Jæja, 1-0 sigur á móti Vestra hérna á heimavelli, bara fyrstu viðbrögð eftir leik. Bara sáttur með strákana, sáttur með frammistöðuna, sáttur með hversu góð svona tök við höfðum á leiknum og mikla stjórn við höfðum á leiknum. Við vorum hagaðir, tókum góða stöður, þeir vorum með boltan hátt á vellinum, góða varnarstöður líka. Þannig bara mjög margt sem ég sáttur með og góðar stöður sem við sköpum og sóknarlega líka. Talar um þessa stjórn sem þið höfðu á leiknum þegar þið væntanlega verið til í að klára hann aðeins fyrir, það er óþarflegt að hafa þetta í 1-0. Já, það var í rauninni algjör óþarfi að vera ennþá með leik þegar það eru 10 mínútur eftir. Við sköpum ansi margar góða stöður og ég hefði viljað sjá okkur skora nokkuð mörk. Þið fáið Damir inn í dag, þið eru búin að bíða eftir honum í einhverjar vikur, bíða eftir glugganum. Hvað fáið þið inn með Damir? Hann náttúrulega þekkir klúbbinn út og inn og er bara orðinn einn af okkur. Þekkir alla í liðinu, svo fyrir utan hvað hann er bara góður leikmaður, alvöru varnarmaður og kemur inn bara sem svona með ákveðna leiðtoga eiginleika líka. Það eru fréttir í þessari viku að Gabriel Aron, hann kemur strax til ykkar, það voru einhverjar fréttir að hann myndi klára tímabilið í lengjudildinni. Var þetta eitthvað sem kom ykkur á óvart? Já, var rauninni ekki í kortunum að hann kemur strax til okkar, þannig að það kom til að fljóta upp. Verður hann lánaður að sjá þið fyrir að hann fá okkar hlutverk? Það verður að koma í ljós. Þið eru að fara í Lech Poznan innvíði núna í Evrópu. Hvernig metið þið eitthvað möguleika í því? Við erum að spila bara við hrikalega sterkt lið og við þurfum bara að fara inn í þann leik og reyna að læra eitthvað á honum. Fara á fullu, reyna að vinna leikinn sjálfsögðu, ná í úrslit úti og eiga séns hérna heima. Þetta er lið sem er bara stórt á evrópskum mælikvarða en við höfum bara sýnt það í Evrópu að við getum náð í úrslit á flestum stöðum, þannig að við förum bara inn í hann leik bara bjartsýnir en við þurfum bara að vera sannir okkar gildum, spila okkar leik og reyna að ná eitthvað út úr þessum leik þannig. Hvernig munurinn á þessu liði að Gnatia, getulega sé og spilalega sé, hvernig er hann? Kannski erfitt að meta það svona beint. Lech Poznan er náttúrulega bara risastórt félag á evrópskum mælikvarða, pólskir meistarar og kannski erfitt að meta á beint við Gnatia en þeir eru sterkar en Gnatia klárlega. Það er kannski aðeins þægilegra ferðalag í leikinn á Gnatia, hvernig er ferðalagið? Við förum út á morgun, við þurfum að fara í 3 hópum og fljúgum til Berlín og keyrum þaðan, þannig að ferðalagið sem slíkt er bara nokkuð þægilegt. Við verðum öll komin fyrir kvöldmat á morgun. Þess að hópnum ykkar, Andri Jómann er frá, hvernig er staðan á honum? Hann er ekki alveg ljóst hversu lengi hann verður frá en það er eitthvað í hann og svo eru nokkri að koma tilbaka. Kitty Jóns er farin að spila meira og meira og annars er bara staðan held ég, já, Davíð er farin að gera meira og meira þannig að það verður að koma í ljós líka hversu góður hann verður í framhaldinu. Það er ansi lágur meðalaldurinn í dag, þið eitthvað á bekknum þar að segja? Þið eitthvað að skoða að fá nýja leikmenn inn eða þið bara sáttir með hópinn eins og hann er núna? Við erum mjög sáttir með hópinn, við erum ekkert í einhverju virkri leit.